Já, velkomin á Frelsi TV. Það blæs nú það svolítið hressilega núna samsæringa heima og það er greinilegt að þessi mál í París rista djúpt í sálartetur gólema og dáleiðsla og svona stjarf dáleiðsla almennings virðist ganga mjög vel og það er að myndast gríðarlega mikil stemming fyrir þriðju heimsstyrjöldinni. Fólk er að hrópa eftir stríði. Þótt það kannski fatta það ekki sjálft, af því það er svo heimst. Þá er það sem að er í boði. Og yfirmaður íslensku valdstjórnarinnar, glæpasamtaka íslensku valdstjórnarinnar, hann mætti upp á dekk og er að lesa fax greinilega frá Sameinuðu þjóðunum og NATO og ég þurfti nú að lesa þetta oftar en einu sinni svona til þess að átta mig á því hvað maðurinn er að segja í raun. Og hann er að tala nýtt stríð af öðrum toga. Hann er sem sagt nýkominn að Tippaver-ráðstefnu og sem er þetta New World Order dæmi sem að samansettast NATO og Sameinuðu þjóðunum. Að hann er að selja þér stríð. Hann vill að þú samþykkir að við förum í stríð, þriðju heimsstyrjöldina. Og það sem hann segir, þessi ógn sem að kennd er við öfgafulla íslam sé mesta ógn okkar tíma og hún eigi sér mjög djúpstæðar rætur. Þetta er fyrsta lagi lygi og öðru lagi blekking og þetta er það sem að Síónista trúarhreyfingin sem er involvið í NATO og Sameinuðu þjóðanna. Þetta er ekki það sem er mesta ógn okkar tíma, heldur er þetta þessi nýja hugsun sem er að fæðast að þessir innvígðu glæpamenn geta ekki haldið áfram stríðsglæpum sínum og fjármálaglæpum. Það er ógnin sem við erum að tala Sko fyrir glæpamann er sem sagt fyrir glæpamann er það hryðjuverk að hann sé stoppaður frá að fremja glæpi sína. Og þetta er viðhorf þessara Elísíu mafíu sem að stýrir öll og stjórnar. Það er að íslam sé óvinurinn. Og þetta er í raun ekki flóknari saga heldur en Grýlusögunar sem að verður að segja ykkur sem börn. Þetta er Grýlusaga Grýlu og Leppalúða og þau fara og borða börn og þekku börnin og allt þetta. Þetta er sama eðli af sögu. Og er í raun bara skoðun þessa glæpahóps að þeir megi ræna og rugla og nauðga og stela og drepa og allir sem ætla að standa gegn því eru hinn mesta ógn sem að vitað hefur verið. Og síðan fer hann og segir
Þess vegna þurfum við samstöðu Þess vegna þurfi samstöðu allra þjóða og ágreiningur og átök um einhver önnur mál á alþjóðavettvangi verða einfaldlega að víkja. Sko, við vitum að meitlararnir eru að meitla saman hræðilega veröld sem er byggð upp á lögregluríki og einræði sem aldrei hefur sést fyrr. Og það sem að þeir eru að segja með þessu er að það á bara að sópa öllu út af borðinu og setja upp þennan New World Order þar sem að þú ert bara þrællinn sem að annaðhvort gerur bara eins og þér er sagt eða þú ert drepinn. Og og alltaf þegar þeir eru að tala um hina stærstu ógn og allt þetta, þá eru þeir í raun að tala um sjálfa sig. Þetta er liðið sem er stærsta ógnin. Sko, það er enginn ISIS sem er að ryksuga upp eignir Íslendinga. Það eru bara íslenskir meitlarar sem eru að gera það. Þeir eru stærsta ógnin fyrir okkur Íslendinga til dæmis. Nú síðan segir hann hérna: annars er hætta á því að árásir af þessu tagi hræði okkur svo að það fara að skaða hið frjálsa lýðræðislega samfélag og þau mannréttindi sem við viljum halda í heiðri. Sko, markmiðið með þessari fölsku fána aðgerð var að hræða ykkur og til þess að skaða hið frjálsa lýðræði. Þið áttuðu ykkur á því að Norðmenn, forsætisráðherra Noregs, kom fram í sjónvarpi og sagði: já, út af þessu þá ætlum við nú að halda byssunum hjá lögguhaugunum, ætlum að halda þeim vopnuðum. Þið sjáu að strax mætti íslenski málaliðinn sem var að drepa fólk í Bosníu. Hann mætti upp á dekk og sagði: já, það þarf að gera allt og það þarf að byggja meira lögregluríki á Íslandi, grílar að koma. Og ég hef sagt ykkur áður að mannréttindi eru blekking. Mannréttindi, þegar hann segir, og þau mannréttindi sem við viljum halda í heiðri, þá er hann að tala um vald okkar yfir þér og mér. Það er það sem hann er að tala um. Og markmiðið mitt með þessum árásum er að hræða fólk til hlýðni. Og síðan byrjar hann að tala um hatursáróðurinn. Sko, hver skýrgreinir hvað er hatursáróður? Að sko, það þarf alltaf að skoða, sko, hver rökstyður hvað. Hver getur bara sagt: já, þeir sem eru á móti því að bankarnir fá að ræna fólk og rugla, þeir eru bara að hata banka og það er hatursáróður og þess vegna það bara stöðva þannig fólk. Og þeir sem eru á móti því að sprengja sjálfstæða þjóðir eins og Sýrland aftur á steinöld, þeir eru bara með hatursáróður gegn hermönnum. Þetta er bara bull, sko. Og í raun er hann í andstöðu við sjálfan sig, því að hann setur strax fram hann setur fram hatur gegn íslam, eða það má alveg túlka þetta þannig að hann kennir íslam um allt sem aflaga fer í heiminum, sko. Og það er óbúslega, og svo talar hann með ekki einfalda hlutina og mikið. Það er barnsleg einföldun hjá honum sjálfum. Og felur í sér sigur fyrir öfgaöflin. Hver skýrgreinir öfgaöfl? Sko, það er enginn hér á Vesturlöndum sem hefur öfgaöfl nema NATO. Þeir bara eru með allt vopnavaldið á svæðinu. Og nú eru þeir að tala um að bara henda öllum ágreiningi út og þetta er bara sturlað fólk sem við erum að tala um. Þessi maður er sturlaður. Og talar hann um að þessi nýja ógn
Það er eins og það hafi aldrei verið ógn í heiminum áður, veistu hvers konar kjaftæði er þetta? Hún á að snúast um hina nýja óvin sem hikar ekki við að drepa venjulegt fólk, karla og konur, sem eru bara á veitingahúsi eða koma saman til að hlýða á tónlist. Bíddu, hefur þessi maður ekkert verið staddur á plánetunni jörð eða hvað? Á pönnukökunni jörð? Sko, NATO og Co. er búin að sprengja heilu þjóðirnar í tætlur undanfarin 100 ár, eða frá því 1914 eru þeir búin að vera sko í seinni heimsstyrjöldinni drápu þessi öfl 60 milljónir manna og í Írak eru þeir búin að drepa nokkrar milljónir og í Sýrlandi og Líbíu og Afganistan og bíddu, hvað er maðurinn að tala um? Hann er að tala um sjálfan sig. Hann er bara að tala um sig sjálfan og ekkert annað. En ef ég fer aðeins inn í atburðinn sjálfan, þá stendur ekki steinn yfir steini í atburðinum sjálfum. Það tímalínurnar eru allar út og suður og ég skoða þetta á nokkrum fjölmiðlum, það stemmir engin tímalína hjá neinum, þetta er bara allt út og suður og þetta er allt í einhverju rugli, sko. Og það er nú einmitt það sem er með svona tilfinningalegar herferðir eins og þessar, að það er enginn sem stoppar við og skoðar hvað er í raun verið að segja mér. Og bara trúi ég öllu sem að mér er sagt án hugsunar. Og þetta byrjar sem sagt klukkan 9:20 eftir hádegi, þessast kvöldið. Og þá tala þeir um að í fótboltaleik á millum Frakklands og Þýskalands þá heyrist einhver sprengja fyrir utan staðinn. Seinna fundu þeir 2 líkama. Eða fundu þeir 2 lík sem voru tengd þeirri sprengju. Einn virtist vera suicide bomber, eða sjálfsmorðsprengjari, og hitt var bara einhver sem var að labba framhjá, samkvæmt þessum Mullins sem er aðalheimildin, einhver saksóknari eða hvað hann er. En á þessum leik þessum fótboltaleik, þá voru 1200 starfsmenn Germanwings. Þetta er frá Lufthansa Group. Og Lufthansa og Germanwings bjóða hér með öllum sem að unnu á fjallinu þarna við að leika í flugslysaæfingunni. Þeir voru allir þarna. Þetta var liðið sem var á þessum leikvangi. Það voru starfsmennirnir frá fjallinu. Og og þeir voru lentu þarna fjölmiðillinn hans Rothschild, ekki lífur hann. Og þarna voru 1200 manns frá leikfélaginu, Alpa leikfélaginu sem tengdist Germanwings. Nú ef við höldum áfram, þetta er 20 mínútur, 5 mínútum síðar þá er ráðist á veitingastað með að sjálfsögðu rússneskum rifflum, það er ekki að spyrja því. Ekki það að Frakkar séu 3. stærsti vopnaframleiðandi í heimi, það er ekki eins og sé hægt að finna byssur made in France, sko. Og þar átti að hafa dáið 15 manneskjur. Það er fólkið sem að lá þarna fyrir utan kaffihúsið, held ég að þetta sé sá staður. Og þeir komu í svörtum bílum. Það er the attackers arrived. Segir ekkert hvað eru margir. Það er ekkert sagt hvort það voru 1 eða 2 eða 3 eða hvað voru margir.
og svo hérna 10 mínútur síðar, hérna fyrsta sprengjan, þá einhver gaur sem bara eða unglingur, þetta bara einhver unglingur milli 15 og 18 ára segir, sem fer með sprengjuvesti og sprengir sig sjálfan bara í loft upp fyrir utan leikvanginn. Þar sem að þessir 1200 fuglar hérna eru að skemmta sér. Og hérna 5 mínútur síðar, þá eitthvað margir, það ekki sagt, og drepa 15 manns samkvæmt þessum saksóknara, þetta allt samkvæmt þessum saksóknara. Og þeir komu í svörtum bíl, sjálfsögðu, sennilega Citroen eins og síðast, sami bílinn sennilega, þeir eru ekki haft fyrir því að kaupa nýjan. Og síðan 10 mínútur síðar, þá önnur sprengja fyrir utan fótboltavöllinn þar sem að þessir fuglar eru að skemmta sér. Og einhvern tíma seinna svona, found later, þeir fundu seinna svona annan líkama af sjálfsmorðsprengjara. Og það var samskonar vesti og hinn var með, segir Mullins. Og ekki ljúga nú opinberi starfsmenni það. 1932, það sem 12 mínútum seinna, þá eru 5 mannesku drepnar bara á götubardaga, fyrir utan bar, fyrir utan einhvern bar í París. Það er hérna sjáðu. Og the attackers arrived in a black car, segir saksóknarinn. Ekkert sagt hvað eru margir eða neitt slíkt, sko. Og það eru 12 mínútur seinna, sjáðu. Það bara, þetta gerist bara búm, 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 búm og svo búið, sko. Svo það 1936, það á 16 mínútur seinna. Sko, þetta tíminn bara, þetta styttri tími heldur en þetta vídeó sem ég að gera núna með ykkur. Hérna þeir aftur mættur á svarta Citronunum og þeir byrja að skjóta og drepa 19. Og það hefur enginn séð þetta fólk, þetta bara, já, þetta bara eins og það er. Og síðan klukkan 19:40, það 20 mínútur síðar, þá annar suicide bomber sem að sprengi sig á veitingastað og notar ekki samskonar heldur hann svipað vesti og gaurarnir á leikvanginum þar sem að þessir 1200 gaurar voru að skemmta sér og einhverjir slösuðust en enginn dó þarna, sko. Þannig að þessi unglingur hérna sprengdi sig í loft upp inn á restaurant og það dó enginn. Og sama tíma, sjáðu, nákvæmlega sama mínútu, þá komu 3 árásarmenn á aldrinum 15 til 18 ára, athugaðu það. Og þeir tóku áhorfendur gíslingar. Eftir að hafa safnað saman gíslunum fyrir framan sviðið, þá gáfu unglingarnir stutta ræðu, þú veist. Já, velkomin hér í þetta partí. Við komum frá Írak og Sýrlandi og við ætlum að segja ykkur hérna akka akbar eða hvað þeir alltaf að segja þessi kallar. Og já, þannig nú það. Og þetta sem sagt frá 9:40 til 12:20, sjáðu. Þetta nú svolítið langan tími, það ekki? Þetta sem sagt 9, 10, 11, 12, þetta eru 3 tímar cirka. Það var svolítið löng raða hjá þeim, tók svolítið langan tíma. Klukkan 12:20 kemur frönska elítulöggan, stormar inn í tónleikahöllina og drepur einn af
árásarmönnunum. Hinir 2 sprengja sig í loft upp þegar lögreglan kemur. Samkvæmt saksóknaranum þá drápust 89 manns við þessa sprengju. Sem sagt 5 mínútum áður þá dó enginn út af sams konar sprengju í restaurant. En hérna náttúrulega ein sprengja ég skil, og 2 sprengjur, já, einmitt sko, ég skil, ég er svo vitlaus sko, ég skil, já, einmitt, já, ok, svo höldum við áfram, 9:53, þá kemur 3. úlingurinn, sprengir sig í loft upp, seinna fundu þeir sjálfsmorðsprengjara samkvæmt saksóknaranum. Og út af þessu þá er bara Frakkland búið að senda flugmóðurskip til Sýrlands að berjast við Grýlu og Leppalúða sem eru þeirra eigin málaliðar sem kalla sig Ísraelska öryggisþjónustan eða ISIS og fávitarnir gleypa þetta bara eins og enginn sem morgundagurinn. Fólk bara trúir þessu. Bara já. Þetta bara var svona. Voða vondir menn. Og veist, bara já. En annað sem ég ætla að benda ykkur á. Og það er frábær frétt á alveg hreint frábærum fjölmiðli. Ég er svo hlutlaus sko. Það er frelsitv.com og frelsitv. Svo sætt. Skrifar furðufuglinn Pétur Axelsson einhverja grein sem er mest svona eitthvað copy-paste að þeir eru búnir að senda flugmóðurskip og byrjaðir ólöglegt stríð í Sýrlandi. Allir að hella sér í það og Ólafur Ragnar var þannig upphafi að tala það væri rosa sniðugt að gera þetta. Það væri meira svona ólögleg stríð. Þetta reynst okkur svo vel. Og er ég að minna á Gladio sem að er mjög merkilegt fyrirbæri. Það er NATO eftir þið getið fylgst betur með þessu að NATO stundaði hryðjuverkastarfsemi í Evrópu mörg ár. Það er full upplýst. Og er sem sagt sprengjan sem springur á fótboltavellinum þar sem að þessir gaurar eru að skemmta sér í boði þessa flugfélags og þarna heyrist eitthvað sprengja og þeir stoppa aðeins fótboltan, hlaupa inn á völlin og svo bara, já, heyrðu strákar, hefur ekki bara klára leikinn? Jú, spilum bara fótbolta. Þetta er býtum við, hvað kallar hann þetta, mesta ógn bara ever. Þessi ógn og þessi hryllilegu, lesið bara hryllilegu atburðir og aldrei hafi nokkuð tíman svona djúpstæð ógn. Og bara, þetta er bara versta, Grýla er bara búin að borða öll óþekku börnin og nú erum byrjuð að borða góðu börnin, bara Grýla er alveg að gera þetta. Heyrðu strákar, tökum fótbolta, ekki vera svona með eitthvað móral, sko, þetta var bara eitthvað sprengja, sko, ekki láta svona.
Nú, síðan hérna BBC búin að viðurkenna að þetta var hoax, þetta var svindl, þetta skeið hérna. Nú, þetta þessi klassíski Hegelian dialect í gangi hérna. Það eitthvað markmið, miðstýring á valdi, sko. Og það það sem að Óli Glæbó að segja hérna. Bara ítum öllum ágreiningi út af borðinu og skrifum bara undir þessa tipp og tapp og tupp, ripp, rapp og rupp samninga og bara gefum allt vald frá okkur á þessari loftslagsráðstefnu og bara hætti þessum rifrildi og sættið ykkur við að það einræðisríki hérna. Það agenda, sko. Og síðan það thesis, það sem sagt framleiddur horror af einhverju tagi, það eitthvað alveg bara mesta ógn okkar tíma, djúpstæðar rætur og bara bla 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 bla. Já, það þessi thesis. Og svo hérna svarið við þessu bara verstu hryðjuverk allra tíma, djúpstæð og bla 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 og svo náttúrulega þarf að finna einhvern sem kenningu á Grýla bara gerði þetta. Og svo hérna svarið við því. Það meira lögregluríki. Og ef þið bara fylgist með atburðunum í Frakklandi þá lögreglan, þá það bara búið að loka landamærunum, það bara hermenn mættir á götunni, það bara verið að vaða þarna hús úr húsi og leita að Grýlu, sko. Og svo þessi Grýla svo slungin að hún getur bara hoppað á milli manneskja, sko. Og hérna þessi Grýla nefnilega var líka hann í Nornaveiðutímanum. Hún ættuð frá þeim tíma. Og það sem sagt svarið alltaf hérna þetta viðbrögð og síðan niðurstaðan að fjarlæga frelsi og taka valdið frá mörgum til fárra. Það sem að Óli að segja hérna, Óli Glæbó. Þú veist að þið bara lesi ræðuna, hann bara fylgir þessum dialekt hérna. Nú, síðan það hérna eitt ríki sem hefur hótað Frökkum bara hreint og beint. Það ekkert öðruvísi. Nú, nýlega þá hittust leyniþjónusturnar. Hérna þeir hittust allir, CIA og MI6 og Mossad og allir þessir viðbjóðspésar hérna. Það allt saman bara tilviljun, sko. Svo náttúrulega Guðjón með snilldar greiningu þess að hann kemur alltaf með aðra vinkla. Hérna svona innskot í leikþátt. Sýnir hann í þessu myndbandi, sýnir hann hvernig kræsisæfingar í gangi og hvernig það gerist. Og hérna fleiri vídeó og hérna voru þetta live útsendingar. Og hérna frá Skotlandi. Þannig að það allt komið þarna fram, sko, sem að tilheyrir fölskum fána. Leyniþjónusturnar hittust þarna. Það pólitískt umhverfi til þess að framkvæma þetta núna. Það þessi loftslagsráðstefna og þið heyri bara röflið í Óla Glæbó, hvað hann að segja. Það voru æfingar þarna, það staðfest núna, það voru allar þessar, það voru æfingar hjá öllum deildum valdstjórnarinnar í París og hérna og æfingarnar eru komnar og svo náttúrulega líka komið hérna supervegabréfin. Þú veist, þessir úrlingar voru sem sagt að undirbúa sig. Það var svona, já, ok, búin að sitja á með bólukremið, check. Búin að sitja á með skóna, check. Búin að fara í hreina buxur, check. Sita sprengjun á sig, check. Já, ég þarf að taka með mér hérna, ég þarf að muna að taka með mér vegabréfið mitt sem að staðfestir hver ég og þetta þessi einstöku vegabréf sem að þola sprengingar og
bara you name it, sko. Þannig að ég þarf nú bara að skoða vegabréfið mitt, hvers konar töfragripur þetta eiginlega er. Þannig að vegabréfin eru komin, sagan er bara bull. Þessi saga er tómt bull. Hvort þeir hafi drepið eitthvað fólk, ég veit það ekki. Þetta lið er orðið svo sturlað, þeim munar ekkert að drepa nokkur hundruð manns. Og það er nokkuð ljóst að þeir hafa allavega drepið þessa stráka sem þetta hafi sprengt. En ég allavega er ekki að kaupa þetta, sko. Ég ætla ekki að fjárfesta í þessari lygi, sko. Þetta er einum of ótrúverðugt fyrir minn smekk, sko. En bíddu við, fór ég vill að glugga. Hvar er þessi gluggi? Hérna er hann, já. Þessi gaur hérna. Þessi gaur var tengdur Charlie Hebdo. Hann var prima modus í Charlie Hebdo bullinu. Og birtir þessi stúlka Cerebra Sana birti viðtal við þennan gaur. Og hann segir, það var ofboðslega heppilegt að við vorum með þennan morgun í París. Voru þeir með multi-site attack exercise í gangi. Lögregla, slökkvilið, EMT, bara allt kabalið var þarna að djamma. Og já, þeir voru að æfa nákvæmlega það sem að gerðist. Multi-attack exercise. Og þetta er allt saman tilviljun. Ég ekki fyrir að trúa að þetta sé vondi menn í heiminum. Þannig að Óli Glæbói góðu gauður, sko. Men hann er nú ekki gift við neinni demanstrókningu frá Síonlandi. Nei, come on. Og þessi gaur fyrrverandi blaðamaður og eftirlifandi af árásin á leikritunum Charlie Hebdo var einn af þeim fyrstu á svæðið á föstudag. Já, þannig að það eru konar, sjáðu hvað eru margar tengingar hérna. Það er þessir fávitar hérna á fyllerí á fótboltaleik. Og þessi gaur hérna sem var á Charlie Hebdo var fyrsti maður upp á dekk og þetta bara og ég styð trúfrelsi, sko, að fólk má trúa hverju sem er og ég styð líka heimsku, sko, fólk má vera eins heimst og því sýnist. Það er bara alveg þitt val hvernig þú vilt hafa þetta. Og fólk hefur verið mjög reitt út í mig núna. Já. Reyndar er aðeins shift í þessari reiði. Fólk, já, það er svona aðeins að breytast. Það virðist vera að megnið af fólki, það er að renna á það 2 grímur. Það er að sjá að það sem ég er að segja er nú ekki bara eins heimskulegt að það hljómar í fyrstu. Og þú þarft nú ekkert mikið meira en meðalgreind til þess að sjá í gegnum þessa fléttur, sko. Og svo má ekki gleyma Quo Bono. Þú veist hvað það er? Quo Bono. Það er engin þessi saksóknar reyndar hann í París virðist ekki hafa heyrt það hugtak.
Reyndar hann nú ekki skarpasta tólið í skúffunni sennilega. Quo bono. Hver græðir? Who stands or stood to gain from a crime og gæti þess vegna verið ábyrgur fyrir glæpnum. Það hérna World biggest weapon exporters. Hver nú aðalega í þessum morðingja business? Hver alltaf að flytja út einhver vopn og svona? Það Sýrland til dæmis? Það Írak kannski? Eða Líbía? Gæti verið Afganistan, eða ekki? Nei. Bíddu, ekki Grýla sem aðallega að framleiða vopn? Hvað ertu að meina, Axel? Ekki vera svona leiðinlegur, sko. Nei, já, það Frakkland, Rússland og Bandaríkin. 66,3, sjá þeir þurfa að brjóta upp hérna línuritið. $66 billion í 2011 í vopnaútflutningi. Og þetta 5, 10, segjum þetta sé 15, já, segjum þetta sé 20 þessir hérna, öll þessi lönd hérna, 20, og þá þessi 3 sinnum meira en öll lönd heimsins næstu. Og ekki fara að halda því fram að þetta fólk sé eitthvað á bak við einhver morð og eitthvað vesen, Axel. Ekki vera svona leiðinlegur. Menna, það ekkert svona karma með það, þú veist. Það ekkert samhengi á milli þeirra sem framleiða morðtólin og vopnin og allt þetta drasl. Ég meina, þetta atvik þarna í París í raun bara svona markaðsherferð fyrir þessa vopnaframleiðendur. Þetta þýðir rosa business hjá þeim. Nú panikar allir og fara að kaupa byssur og drasl, sko. Þannig að þú varst bara á svona markaðs fundi helgina. Já, bara kaupum vélbyssur og dreitum á Grýlu, sko. Nú bara drepum, nú verður sko tekið á henni Grýlu, sko. Já, þetta gengur ekki lengur, sko. Hvað á maður að segja við heimsbyggð sem að trúir á Grýlusögur? Hvað getur maður sagt? Eina sem ég hef getað sagt við því bara að þú ert heimskingi. Það ekki mjög leiðilegt að það særi tilfinninga þína, en það ekki bara nokkuð nærri lagi? Ertu ekki bara heimskingi? Þetta sem ég búin að vera að segja það núna. Varst þú búin að finna eitthvað þess út? Akkur ekki? Hvað varst þú að gera? Þetta allt saman bara á vefnum. Kanntu ekki á Google eða? Þú setur inn svona orð og svo kemur fullt af upplýsingum, veist? Var ekki búið að segja neitt frá því? Já, þú ert semst ekki heimskur eða heimsk. Ok, ég skil. Heyrðu, það bara frábært. Ég styð það að fólk sé ekki heimst og tilengi sér visku, sko. Ég styð það alveg heils hugar. En þessi saga frá París lygi og fávitar sem hafa sett fána á avatarinn sinn á Facebook eru bara að merkja sig fávitalitunum. Alltaf með það. Og bara hafið það eins og þið viljið. Ég á móti stríði og ofbeldi og morðum og nauðgunum og öllum þessum dauða business. Og fyrir það fæ ég nú ákúrur og alls konar ofbeldi og læti. En ég ætla að nenna að fara í meiri detail með þennan Parísar fund, sko. Og svo hittist þannig á, sko, að Frakklandsforseti var á þessum fótboltaleik með 1200 gjörmannsvingsmellunum og
Al Gore var allt í einu kominn, var hann í París og bara eitthvað viðtöl í Eiffel-turninum eitthvað og bara, þú veist, það er bara verið að fokka í hausnum á þér. Það er ekkert flóknara en það. Og já, ég eins og þið eru kannski búin að átta ykkur á, þá er ég, sko, ef ég væri að leita að einhverjum vinsældum eða eitthvað svoleiðis, þá myndi ég gera kettlingamyndbönd, sko. Ég kann það alveg, sko. Og þannig að það er enginn að neyða þig til þess að horfa á það sem þessi myndbönd mín. Þú þér er velkomið að fara. Þú veist, bara komið þeir sem koma vilji og farið þeir sem fara vilja og bara alveg frjáls með það. Það mun ekkert særa mig neitt. Og og ég meina, ég er nú bara að gera þetta hér í veikum mætti. Það er nú enginn sem styrkir mig eða neitt slíkt. Og og ég meina, ég get ekkert verið að eltast við einhverjar svona kellingatilfinningar upp alla veggi, sko. Það er nóg að liði í því. Þú veist, þeir sem eru fyrir svona terrorklám, það er alveg fullt í boði fyrir ykkur, sko. Það er ekkert í boði hér, sko. Og ég er í grunninn bara að tjá mínar skoðanir. Og ég hef margoft sagt á hvatt þig til þess ef þú ert með aðra skoðun, þá endilega gerðu vídeó og sendu mig linkinn, sko. Ég er svona skætingur á internetinu og eitthvað kellinganöldur þar, veist, ég nenni ekki að standa í því einu sinni. Þú veist, þegar fólk slammar fram einhverju kellinganöldri, þá slamma ég bara einhverju nöldri tilbaka, sko. Og þá verður fólk, sko, eins og gerist á linkja mér núna, þá sagði ég eitthvað og svo var einhver ósáttur, það bara, þú viljum bara fá þetta, sko, eða eitthvað svona í þeim stíl. Og og ég svaraði einhverju bara, þú veist, það bara, já, á þetta að móðga mig þá eitthvað. Þú mætir bara inn á linkinn með einhverja stæla og svo farið einhver viðbrögð og þá bara á að móðgast, sko. Þetta er bara fávitaskapur. Og ég meina, það er alltaf í lagi að fávitar séu með eitthvað fána á myndunum sínum. Það er bara þeirra statement. Þeir sem vilja vera heimskir, þetta er svona tákn heimskunnar. Bara enjoy it. Verið sæl.